Hjartanlega velkomin í föstudagsþáttinn, kæru áhorfendur. Ég ekki Oddur Bjarni, en ég að leysa hann af og gaman að vera með ykkur. Við byrjuðum þáttinn á lagi með hljómsveitinni Karma Brigade, þökkum þeim kærlega fyrir, framtíðinni björt, og við ætlum líka að enda þáttinn á öðru lagi með hljómsveitinni. Við ætlum að byrja á því að ræða fréttir vikunar og til mín eru komnar dásamlega konur hérna í sófann. Það Aðalbjörg Bragadóttir og Þórgunnur Oddsdóttir. Hjartanlega velkomnar. Takk fyrir. Takk fyrir að gefa ykkur tíma í þetta. Já, það sjálfsögðu. Það þarf nú alltaf ekki að spurja hvað ber efst í fréttum vikunar. Nei. Ég hafði svolítið áhyggjur í gær, sko, það fannst mér voða lítið vera einhvern veginn að frétta, sko. En svo kemur bara þessi risa frétt að Elísabet önnur Englandsdrottning sé látin. Hún fallin frá. Hvernig leið okkur? Því að ég var svo hissa hvað mér bara allt í einu það súkaði eitthvað. Já, sko, fyrst einhvern veginn þá svona það hugsa mér, það hlaut nú að koma að þessu, sko. 96 ára. Fullorðin, já. En svo þegar ég horfði á innslagi, bara fréttainslagi í RÚV, þar sem voru að fara í ferilinn, og sá maður einmitt hvað þetta var merkileg kona. Hún lifði lengi. Hún lifði svo lengi. Og hérna, sko, Winston Churchill var forsætisráðherra. Já, einmitt. Stalin var einmitt. Já, og þetta svona, það eru svona persónur, sko, úr mannkynssögunni sem að manni finnst bara tilheyra einhverju löngu horfinni fortíð, sko. En hún nær að vera samtíða þeim og samtíða okkur. Nákvæmlega. Horfið á hérna seríuna Crown. Já. Hún gefur náttúrulega svo mikla innsýn inn í þetta. Einmitt, manni finnst maður þekkja þetta fólk það svolítið. Og einmitt, mér fannst, sko, þegar ég horfði á þá þætti, maður náttúrulega vissi ýmislegt bresku konungsfjölskylduna, en ég hafði einhvern veginn ekki alveg kannski gert mig grein fyrir því, sko, hvað hún ung þegar hún tekur við. Já, hún bara 24 eða 25 ára. Já, 26 heldur hún sett í embætti, sko. Þetta engin aldur, sant? Og náttúrulega þegar hún fæðist þá sá hún ekki fyrir sér að verða drottning, af því pabbinar átti ekki að verða konungur, sko. Nákvæmlega. Og svo deyr hann svona snögglega, þannig að hún allt í einu bara... En segir hún þá ekki strax að hún ætla að helga sig þessari þjóð og svo gerur hún það bara? Og eitthvað hvort sem hún muni lifa lengi eða stutt og svo bara lifir hún í... Þannig hún hefur kannski bara ákveð þá aldrei að sko fara á eftirlaun, aldrei að hætta eins og sumir hafa gert bara, orðnir gamlir og bara nú komið nóg. Hún líka svo vinsæl, sko. Ég held að það nú líka, þetta nú svona almanna tengsla, fólkið þeirra nú með þetta á hreinu. Hún var einhvern veginn elskuð og dáð af þjóðinni og gat samin að mjög ólíka þjóðfélagshópa á sinn hátt, en það gerir Karl ekki. Þannig að það verður nú fornilegt. Hvað gerist nú? Ég er ekki alveg búin að fyrirgefa honum allt þarna með Diane, þú veist, hvað það? Nei, það var orðið svolítið langt síðan, en já, það verður spennandi að sjá. Já, og svo eru bundna vonir við náttúrulega Vilhjálm og Kötu. Ég fór að hugsa, af hverju notum við ekki tækifæri, eða þau, ekki við, af hverju notum við ekki tækifæri að leggja þetta konungsveldi bara niður? Er þetta ekki bara svolítið tímaskekkjað? Já, og svona hvað gerist núna þegar hún er farin, sko, af því tímaskekkjan kannski var einhvern veginn átti betur við þegar að þjóðhöfðinginn var þetta gamall og búin að vera svona lengi, en svo er hún farin og það var svona... Ætlum virkilega að halda þessu áfram? Við erum að tala sko kórónu á haustinu. Nákvæmlega. Þetta er eitthvað svo absúrt. En svo er þetta samt eitthvað... Þau eru svo miklu royalistar, Englendingarnir, sko. Og þetta er svo gamalt, einhvern veginn, þessu verður ekki breytt eitthvað svona. Nei, en það væri nú eitthvað annað ef þetta yrði, ef að Brexit og út úr öllu því sem því tengdist og við myndum leggja inn krúnuna líka. Það var ekki mikið eftir. Ég held ekki. Áhugavert væri það. En svo er ýmislegt annað sem búið að eiga sér stað. Það var náttúrulega við vöknum við jarðskjálfta klukkan 4 í síðustu nótt, eða þar síðustu nótt var það. Funduð þið fyrir honum? Ég var endur á Bifröst, en... Jú, það hristist heima á mér. Og ég bý nú bara á Suðurbrautinni. En það er ekkert meira frétt af þessum jarðskjálfta, það er ekkert að fara að gerast. Þetta er bara eitthvað Grímseyjar belti. Það er oft skjálftar þarna, sko. Við höfum engar áhyggjur af því. Nei, og ekkert með það sem þau hafa verið upplifað þarna fyrir sunnan. Eitthvað kirkjubyggingunni, hvort þeir hafði eitthvað rekið einhvern stöðugt niður eða eitthvað. En menn vöknuðu við annað í hvað, gerningu? Já, skipsflauturnar. Hvað er það? Fyrir 6? Eða hvað, klukkan hvað var þetta? Nei, það var nú ekki fyrir 6. 6:30? Jó, þetta var sko, við vorum að fara fætur 7 og þá voru þær í fullum gangi. Þetta var næstu í hálftími. Mér fannst þetta pínu eitthvað svona... Vinalegt? Já, svona eitthvað svona þoka. Það var líka svo mikil þoka. Það er eitthvað svona mystík í þessu, sko. En hver er regla? Maður hélt kannski að þetta væri eitthvað regla alltaf þegar skip fer úr höfn að það þurfa eitthvað blási flautur, en þetta hefur ekkert verið gert. Sko, þetta er þokulúðurinn, er það ekki? Það var
Það er eiginlega ekki hægt að banna skipi, eða ég veit ekki neitt um þetta, sko, en það var þoka þannig að þeir hljóta að þurfa eitthvað. Jú, þeir voru víst að svona vara við, en voru þeir að því 30 mínútur, sko, það er svolítið. Það var mikil þoka. Það er svolítið spes. Ég veit það ekki. Mér fannst þetta samt pínu svona, sko, svona, ég veit ekki, svona, bara já, við búum hérna í, mér finnst þetta pínu svona stórborgarlegt eitthvað, svona. Já, en svo var náttúrulega bláa slík hérna mengunin. Jú, reyndar. Sem lafði þarna yfir. Ég hef alveg skipt á skoðunum. Ég finnst mjög sumalegt þegar skemmtiferðaskipin koma á pollinn og maður fann að þekkja þessi helstu skip sem koma, en að æta með varirnar og þessi skip sem maður horfir á. En á samtíma er þetta náttúrulega bara hrikalega slæmt fyrir plánetunni okkar og fyrir pollinn. Þannig að ég fæ alveg svona ákveðin tímaskekkja, svona eins og kókafólkið. Norðmenn eru vist búin að banna svona held ég einhverja skipaferðir einhvers staðar, einhverjum fjörðum. Þeir eru náttúrulega líka með kóng. Já. En svo fórst þú í leikhúsinu, ég sá þig í leikhúsinu. Það var aldrei skaman. Já, ég brá mér á hamingjudaga hjá Menningarfélagi Akureyrar hér í Hofi. Ofsalega merkileg sýning. Þetta er eldgamalt verk, ekki eldgamalt, en þetta er verk eftir Samuel Beckett sem er nú hérna rithöfundur og leikskáld og Nóbelsverðlaunahafi, hlaut Nóbelsverðlaunin, já. Og hann skrifar, frægasta verki hans líklegast Beðið eftir Godot, sem margir þekkja. Þetta er svona minna verk en gríða þekkt, heitir á ensku Happy Days, eða hamingjudagar. Og fjallar svona í mjög einföldu máli konu, hana Vinni, sem að Edda Björg Eyjólfsdóttir leikur alveg ferlega vel. Hún svoleiðis náði til mín. En þessi kona, hún Vinni, er föst, og ég ætla nú ekki að gefa mikið upp, en leikritið felst í því að hún situr hérna föst í svona upp á mitti, bara alveg hérna, fyrst upp á brjóstum, sko, og í bara skítahaug. Hún er bara föst í jörðinni eiginlega, í drullu, sem hún kemst ekki upp úr. Og þetta er ofsalega áhugavert, af hverju, og það er svona í að þeim, af hverju losnar hún ekki, eða af hverju losar ekki maðurinn hennar, og af hverju hún þarna, og hvernig reynir hún að gera það besta í sínum aðstæðum, að lifa hamingjudag og vera sátt og sæl í sínu lífi, sem er náttúrulega samt ofsalega niðurnjörvað og hálf bara skítlegt. Og þetta er ferlega sko merkilt verk, það er svo hálf tímalaust, því að hann setur þetta verk, fyrir fyrst á svið 1961 og núna er sko 2022 og hann er bara að fjalla bara stöðu sem fullt af fólki er statt í. Og ég fór að hugsa sko, áhorfendur, sko, ef þeir eru miklu yngri en ég, þá kannski, að því ég er miðaldra, þá tengdi ég svo hrikalega eitthvað við þetta. Þú veist bara, þetta er bara svona er þetta bara þetta líf og einhvern veginn þessi rútína og endurtekning og eiginlega bara tilgangsleysi, hvað erum að gera á þessari, og hvernig hún vaknar sko og reynir að taka sér til og setja sér varalitinn og einhvern veginn fara í ákveðin í daginn en svo einhvern veginn það er augljóst að það er einhvern veginn eitthvað hvort sem það er samfélagi sem hefur svolítið móta hana eða hún fittar ekki inn í samfélagi eða hvað það er sko. En henni líður ekki alveg nógu vel, þrátt fyrir að reyna að gera þitt besta úr öllu. Og það sem er svo merkilt er að Edda Björg er þannig bara reyrð niður, hún er föst og hún leikur bara frá mitt og upp úr. Og ákveðin part þá leikur hún mest bara með höfðinu og andlitinu. Eftir hljóður hún komin hingað. Og ferlega er hún er svo flott. Já, Kanada. Ég hef ekki, ég fengi til fyrir löngu, sá hérna í einhverju barnaverki, en ég var bara búin að gleyma hvað hún er góð leikona. Hún er frábær. Og hún sko, og með svipriðum og hvernig hún gat alveg ljómað upp og svo sko kom sorgin og svo ég var alveg heilluð af henni. Þannig að horfa á hana sem gæti nú verið kannski reynst sumum svona erfitt, þetta er hálfgerður sko mónalóg, þetta er svona einræða. Árni Pétur Guðjónsson er með henni í þessu leiku manninn hennar, en vissulega. Dálítið miklu minna sýnilegur heldur en hún. Já, samt svona þessi sko. En maður finnur fyrir honum. Já, mjög mikið nefnilega og hvernig hún ávarpar hann í sífellu og svona, en já, þetta er mjög merkilegt verk og mjög svolítið gott að sé verið að setja svona verk á svið, að við séum sko að öðru ólöstu, ég var gríðarlega hrifin af Benedikt Búalvi og fleiri skemmtileg verkum, en við þurfum líka svona hefðbundi leikhús. Svona klassískt, juicy verk. Já, og Harpa Arnardóttir gerir mjög vel að ná þannig svolítið gömlu verki og ná okkur
yngri og eldri áhorfendum. Þetta eru ekkert léttmeti, Nei. en þetta er ekki mjög lang sýning. En það eru 2 sýningar helgina og við hvetjum fólk til að mæla sér í miða. Þetta black box á stóra sviðinu í Hofi. Maður situr mjög nálægt, við erum ekki með sviðu og fjarlæðin, þetta er svolítið nálægt. Mjög nálægt. Já, sem líka svo nauðsynlegt að upplifa stundum. Svona pínu að fara út fyrir ramman í leikhúsinu. Ég var feikir Allir í leikhús, en hvað ætlaði að gera helgina? Ég verð fyrir að fara í leikhús. Þú verð að fara í leikhús, já. Og já, ég þarf að halda eitt barnaafmæli og verðum svo ekki bara að njóta og ekki áfram að vera gott veður. Ég held að ég eftir að vera áfram að vera svona smullu veður. Er ekki sumari komið bara? Ég vona það. Jú, það verður mjög dásamlegt. Svo minnistu bara Elísabetar og höldum áfram að klæðast svona kóngabláu. Já. Óvart. Já. Þetta var svona aðalfréttin svolítið kannski vikunar og allt annað hvarf svolítið kannski í skuggan af því. En bara kærar þakkir fyrir að koma og vera með okkur hérna í föstudagsþættinum, Aðalbjörg og Þórgunnur, og bara njótið helgarinnar. Sömuleiðis. Takk. Og við komum aftur að vera með spori eftir örstutt skilaboð.